Ljósveitan háhraða tenging fyrir kröfuhörð heimili. Míla. Ja, Margrét, sigur í fyrsta leik og það þetta gleðiefni. Hvað svona jákvæðast úr þessum leik sem þú tekur? Það jákvæðast að sé bara við unnum hann leik. Þetta var alveg hörkuleikur og Belgía bara kom með þrjusugott lið og gerði okkur erfitt fyrir í dag. En við kláruðum leikinn alla 94 mínútur og skoruðum á lokamínútunni og getur bara ekki verið sætari en það. Þetta belgíska lið eins og þú talar það voru skipulagðar, erfitt að brjóta ára bak aftur og kunna sitt hvað fyrir sér. Já, þú veist, þær börðust eins og ljón og svo voru það líka bara nokkuð lúgna með boltan þegar voru með hann, þannig að við þurftum alveg að hafa mjög mikið fyrir þessu, en mér fannst frábært að sjá hvernig liðið klára hann leik og innkoma varamanna var frábær. Sýnir bara hvað við erum komið með frábæra breidd í íslenska landsliðinu og bara frábært fyrir okkur. Og stemmingin í leikslok, já, það var engu líkara en að Evróputitillinn væri í höfn. Það var greinilega þungu fargi í lið. Það gekk auðvitað ekki vel í fyrra á þessu móti og góður sigur og maður fann svona hvernig stemmingin í hópnum var að reisa upp 10 stig. Já, og við skorum 2 mörk og við skorum ekkert mark í fyrra til dæmis, þannig að við erum búin að brjóta þann múr og hefum getað skorað fleiri sem bara mjög jákvætt í okkar leik. En svona erum við bara, við spilum alltaf innlifun, það skiptir engu máli hvort að það séu æfingaleikir eða leikir í Evrópumóti og þannig erum við og sú menning, við erum búin að skapa hana og við munum alltaf fagna svona þegar við vinnum, skiptir engu máli hvaða leikur það er. Og östuðt þetta erfið lið framundan, Danir og Kanada framundan, það þarf kannski að fara örlítið upp í level ef við getum slett til að eiga í fullur rofi við svoleiðslið. Já, ekki spurning, við þurfum alveg að halda okkur eins og við erum og bæta okkur bara enn frekar og þetta er fyrsti leikur og það getur oft verið svolítið rið í leikmönnum, en mér fannst samt ekkert mikið rið í dag, mér fannst við bara flottar og við erum bara að byggja okkar leik áfram og við erum að spila móti Dönum næst, allt annað lið, allt annað ryþmi þar í gangi og ég vil samt ekkert meina að Danir sé eitthvað mikið betri en Belgar, kvennaboltinn er bara orðin svona í dag, það er bara öll lið bara erfitt að spila móti öllum liðum og þetta snýst bara það að við einbeitum okkur sjálfum og komum bara, með sama anda og sama svona keppnisskap í þann leik eins og í leikinn í dag.